Mötli Krú, komnir á fóninn, FM 95 blöður hafið göngu sína og já, tveir harðir sitja hér í stúdíun eins og alla föstudag. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr Egill Einarsson, vertu velkomin. Sætlitu. Hvernig ertu? Ég er eins og nýr. Já, þú segir það alltaf. Það hefur spurt mig í gær, þá ég fyrsta skipti sögu FM 95 blöð sagt, ég verið betri. Já, ok, er það að þú varst ennþá að jafna eftir þjóðatíð? Já. Okay. Ég vaknaði morgunni, fyrsti dagur sem ég hugsaði, hörðu, ég er bara svo nýr. Já, ég er hún 100%. Það er ekki smá tími, maður, bara viku setna. Það tekur viku. Já, þetta tekur á, það verður að viðkennast. En þjóðatíð er skemmtilegsta hátíð í heimi, sko. You're not a kid anymore. En það sem er mánudagurinn þjóðatíð, hann mætti alveg bara hverfa. Já, það er dýlitónum á dagatalinu. Það er erfiður dagur. Það er bara þannig, því miður. Það er líka bara svona, þegar 40 menn fara all in á þjóðatíð, þá tekur þetta tíma, það er bara þannig. Við erum bara það harðir fyrir þetta. Ég var að við vorum að ræða á 50daginn ég og Kjöppi að hvað lag hann myndi vilja hafa þegar hann lappar inn í partí og vildi hann hafa þemalagið sitt sem er alveg flott, sko. Alveg fínasta lag. Spáði að vera með þetta í botnið þegar hann lappar inn í partí. Bara svona, það myndi allir vita þegar þetta lag fyrir í gang og þá ert þú að koma í partíð. Já, lagið kemur í gang, hver er að koma? Blondale á dettin? Wow, blöðruglu dettin, af hverju? Af því að Mötli Krú er á fónunum, svo er það bara hérna. Þú röltir að næsta manni, tekur bjórinn af honum, drekkur hann. Ítir einhverjum líka. Þú ert með kúrigat og strá. Hendir að þið leður í ekkanum. Það var ekki grjótart. En við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur eins og alltaf á föstudögum. Og já, ber þar hæst að við ætlum að heyra í Ásgeiri Kolbeins á eftir. Mjög skemmtilegt símtal sem tengir símtölum í vikunni. Við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir. Arnar Gunnlaugs hotnið er á sínum stað. Föstudagslægið í fyrsta sinni í langan tíma verður föstudagslægið og það er One Hell of a Singer sem er að koma hérna til okkar. Það er svoleiðis. Hann er ungur og efnilegur. Ok, ég sé ekki svona að því. Takk fyrir að segja það. Frændiðinn? Já, þetta tala um King Adam. Já. Ég ætla að tala um einhvern rapp bara. Nei, hann er með föstudagslægið núna. Já, King Adam, hann er með föstudagslægið. Hann er auðvitað með föstudagslægið. Já, reynda að kveikja á perunni maður. Og ég er lósarður, sko. Já, sko, föstudagslægið í dag er í höndum Adams og hann er 4 ára. Já. Og það verður virkilega flott, komið betri inn á það hér á eftir. Það er betri og það eftir hvernig það aðtökaðist. Hann er One Hell of a Singer. Já, fyrir staðfesta. Já, og já, svo þykist Egill alltaf að vera með spurt og svarað. Ég veit ekki með spurt og svarað, hvort það ekki komið tíma á að... Já, ég veit, þú ert ekkert alltaf hrifinn spurt og svarað. Nei, veistu okkur? Veistu okkur ég er ekki alltaf hrifinn að þið? Nei, hvað er af því það er alltaf eins. Það er bara eins og, veist, það er góð ástæða fyrir við hættum á ógeðstrekkinn í 70 mínútum í sínum tíma. Hann var orðinn helvíti líkur síðast ógeðstrykk. En ég hef aldrei spurður sömu spurningun aftur. Nei, en þetta öll svöriðin eru eins og alla spurningar á mig eru eins. Það er annarkvort að ég sé spilafíkill sköllóttir eða alkoholisti og þú ert frábæra aðeinsluður. Af hverju segir það ekki bara í byrjun þáttar og við sleppum að fyrir spurt og svara. Það er bara mjög léttara. En sko, því að ástæða verið ég að spyrja hvernig þú farið núna í dag út af því að breytast inn spurningarnir í vikunni. Dreitast inn. Já, sjáum til. Hugsa þetta. Já, við erum allavega með veislu handa ykkur kæru hlustendur. Það er klárt. Ég hveti ykkur til að fylgjast með í allan dag. Við viljum að byrja þetta á Selena Gomez. Og veist þú ert búin að vera að vinna of lengi á FM 957. Þú ert þannig að tala um að lög með Selena Gomez séu við bara ágætt. En svona er þetta. Þetta er ágættislag, svo í mig þá. Þið er ekkert að grenja við því. En það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 blöð og slúður. Ertu tilbúin í smá slúðupakka? Góðu pakki í dag. Ég er með ágættispakka handa þér. Já, svona, já, ekki bara handa þér og hlustendum. Svona allt í lagi, hann er óttur verri. Glæsilegt. Ég ætla að byrja slúðrið á tekjuhæstu sjónvarpsmönnum heims og þar er Simon Cowell í fyrsta seti ásamt, svona þetta eru fjölmiðlamenn, ásamt Howard Stern. En þeir þérna $95 milljón á ári, eða svona á síðustu 12 mánuðum og það er ekki smá peningu, það eru bara 100 milljónir sinnum 130 milljónir á einu ári. Það hafa Stern í toppnum hann. Hann er greinlega ennþá svona vinsæll í útvarpinu og svo er hann náttúrulega byrjar í America's Got Talent og eitthvað svona. Já. Ég hef alltaf verið aðdáandi, það er mistari. Já, ég hef líka alltaf verið gríðalegur aðdáandi Simon Cowell. Þannig að það virðist vera þannig að þeir sem að segja skoðanir sínar og liggja ekkert á þeim, þeir eru þetta þér nákvæmlega. Já, þeir fá cash. Já, en þeir eru að rulla upp sko, Simon Cowell með $95 milljónir en til dæmis bara Oprah Winfrey með 77 og Dr. Phil með 72. Donald Trump, hann er með 63 ár og Ryan Seacrest 61. Þannig að þetta er svona listin. Hvernig fæ ég næst að sjá Simon Cowell í hvaða sjónvarpsþætti? Ég verða bara að sjá hann. Það ætla sér ekki bara X-Factor núna sem er að byrja aftur í Bandaríkjunum. Elskar það mætir ykkur nýþröngum gallabuxum og hvíta bollum sínum. Já, eða gráum ból.
vel botoxaður að því með réttuna. Hann ekkert mikið að dressa sig upp eins og $1 million þá hann eigi slatt af cash. Hann kemur bara eins og niðursettingur, hún skítsama. Hann nennið ekki að standa í því. Svo það vinkon okkar, Beyoncé Knowles. Já. Hún Beyoncé Knowles, eins og sem við kallar hana. Knowles. Bouncy Knowles. Það verður rétt fram. Já, Bouncy Knowles, hún búin að fyrir klippingu. Allavega hún búin að posta myndum af sér. Þar sem hún búin að klippa nánast af sér allt hárið. Hún komið með svona strákakoll. Já. Og það bara fer henni ágætlega finnst mér. Ég reyndar heyrði, hún byrti nýju hárgreiðslun sinni í gær á Instagram. Og skarta núna svona stuttu ljósu hári og ég heyrði reyndar eitt heldur fyndi sem að mér fannst gott sko því að menn, það voru ekkert allir allt og sáttið við nýju klippingunni hjá Beyoncé Knowles og það var sagt now Jay-Z has 100 problems hann var með 99 og kona var ekki eitt en málið með Beyoncé já þetta fyrir nákvæmlega já líka, það myndarlega hún getur verið snúð, það skiptir ekki máli sko já hún má vera sköllótt fyrir mér, hún samt falleg sko. En málið er að hún lifir greinlega til sömu reglu og ég, þetta er bara hár, það vex veistu það? Þú ert svo fucking leðilegur að það næri ekki nokkra. Nei, það vex ekki alltaf. Þetta ekki bara hár og það vex. En byrju, það þú ert alltaf einsegill? Nei, ég var í klippingu morgun. Ég spurði þig manstu við vorum að fara að gera grín fyrir gott málefni og spurði hvernig væri að ég myndi safna í 3 mánuði og þú myndi raka þig sköllóttan. Þú spurði mig hvort ég væri eitthvað ruglaður. Og ég get lofaði því að ég með 3 mánaða hár svona 10 sinnum ógeðslegri heldur en þú sköllóttur. Það 100%. Það reyndar mjög. Hvernig var það árum nýju greiðsluna? Ég var bara, segjum það var að klippa mig í morgun. Kannu að með það? Ég bara heldur mig gæti ekki meira saman. Ég sé bara engan mun því mér. Svo ætla ég enda þetta á að ræða hans við þig. Ég var að ræða þetta við Hjöppa líka með Bruce Willis. Nú er hann búinn að kúpla sig úr Expendables 3 eða það búið að bara negla honum úr myndinni og vildi Sylvester Stallone minna að hann væri latur og gráður og nú er komið ljós að Bruce Willis hann vildi $1 million á dag fyrir 4 daga vinnu og þannig að $4 milljónir veistu hvað að búa á bjóðun? Hvað? $3 milljónir fyrir 4 daga það eru 130, þetta eru sko 390 það er bara 400 milljónir fyrir 4 daga vinnu Manstu eftir þetta, ég ætla að rifja upp eftir það manstu við fengum Kevin Smith í viðtalina sem eru gert margar frábæra myndir við fórum að tala við hann og hann lék með Bruce Willis í Die Hard og við spurðum hann hversu mikill meistari Bruce Willis og hann sagði bara Bruce Willis er einhver leiðinlegasti gæi sem ég kynst og við bara, þetta ekki að grínast Við tókum viðtal við hann, ég og Hugi í Cannes á kvikmyndafestivalinu hana þá spurði ég hann, ég var ekki, ég passaði hann alveg geðu þetta því ég sá hann var ekkert eitthvað ekki nefna þessu bara óþægilegasta moment sem ég lendi í og nýbúin að lendi í því með Samuel Jackson þegar ég ætlaði að vera að fyndin með hann pakkaði saman ég sagði bara eitthvað, you're my brother and I love you og hann horfði bara á mig sem ég væri búin að hrækja á dóttir sína eða eitthvað þannig ég hefði því að passaði mig á Bruce Willis þannig hann satt þarna eins og hann væri ekki að nefna þessu sko og ég spurði hann nú er ég að missa hárið, þá var ég enda með hár sko ég sagði eitthvað, nú er ég að missa hárið ertu með eitthvað góð ráð svona bara eðlileg spurning fyrir mann sem er að missa hárið það sást alveg í símtónu og eitthvað sko það er að halda kjáttið það ég sagði, ertu með eitthvað svona góð ráð fyrir menn sem er að missa hárið leita hann eitthvað svona gaurin sem var held ég publisi blaða fulltur og hans eitthvað leit svo aftur á mig yeah, just do what you want shit, hvað hlæðilega maður just do what you want hann var ekki svo Kevin Smith sagði við okkur í viðtalinu hann nennir ekki að vera leikari hann vill ekki að vera leikari veistu þetta hundleiðilegt hey, with John McClane veistu hvað maður ekki sem veitu gefa handlegg fyrir að vera John McClane og veistu hvað hann er að þjána fyrir það hann er að hafna Slæmund ringið mig það er ekki að segja viltu $3 million fyrir 4 dag Expendables 3 býta þess þú myndir gera það fyrir kipp og fleig þú þyrftir ekki sko $3 milljónir sko Bruce Willis skate því miður það er leiðilegt því að ég var mikill Bruce Willis maður hann svona gaf okkur sköllóttumönnunum von á sínum tíma og nú er ég bara Jason Statham all the way ég samt lofaði að við kemum mynd með Bruce Willis á morgun í bíó, ég færi sko Nei, veist það, ég fór á síðustu Die Hard mynd og ég er ekki frá því eins og ég þunglindu bara út af henni djöfull á hún leðilega Já, ég er bara Bruce Willis á ekkert inn í að mér núna það er bara það En þetta var slúðurpakki dagsins, var þetta ekki ánægð með hann? Hann er mjög góður hér í dag, við rósaði það Já, við ætlum að fara hér í skilaboð og svo ætlum við að syngja í Ásgeir Kolbens og það tengist nokkurnu símtölum sem við gerðum hér fyrir í vikunni Hann var á Strumpunum 2 helgina, orðaði bara þannig 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Red Square Home, Austurstræti 12 Stundum þarftu smá lán strax
þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Komdu með skiptibækurnar í dag. A4, góð, betri, best. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladiskó laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. Föstudagar eitthvað svo dásamlega yndislegir, því þá nefnilega bara einn dagur í lottó. Lifðu þér smá lottó. Heimsmeistaramót íslenska hestsins í beinni frá Berlín. Spennan nær hámarki helgina. Bestu knapar og hestar heims. Samantekt frá mótinu öll kvöld klukkan 9. Fylgdu landsliði Íslands alla leið að gullinu. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru Hagkaup, Vís, Síminn og Víking Léttöl sem færa þér HM íslenska hestsins á Stöð 2 Sport. Á föstudagskvöld mun hljómsveitin Samaris ásamt Guðna Þór og hljómsveitinni Rock koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:30 og frítt inn. Fylgstu með dagskránni á Hressó fésbókinni. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. 957. FM 95 Blö. Schweihard. Eins og við köllumst í Þýskalandi. Too Hard í Bandaríkjunum. En Too Hard. Það eins og komið að svona smá símtali. Ég búinn að stríða Ásgeiri Kolbeins svolítið í vikunni. Það var eftir að ég og Steindi sáum bara í séð og heyrt á þriðjudaginn. Þá stóð að heyrst hefur að Ásgeir Kolbeins hafi verið mættur á frumsýningu Strumpana 2 ásamt kærustu sinni. Og það var ekkert verið að minnast á að það er einhver krakki verið með þeim og málið sko, af myndum að dæma þá virðist kærastan hans Ásgeirs Kolbeinssonar vera 2-3 árum yngri en hann. Það er bara the reality of things, sýnist mér. Og þannig að þetta var svolítið óheppilegt. Við hringdum í hann og spurðum hvort þau hafa bara verið 2 á myndinni og hann spurði hvort þau hafa eitthvað ruglaðar. Og svo fekk ég Pétur til að hringja hann líka á miðvikudaginn og spurði hann hvort hann hafi séð Strumpana af því að hann var á leiðinni í bíó með kærastunni sinni. Þannig að það sem að mér datt í hug núna er að hringja bara í Ásgeir Kolbeins, eins og við höfum alveg oft gert. Já, mjög oft. En við erum ekkert að fara að ræða Strumpana við hann. Nei. En ég er alveg viss að hann verður mjög paranoiðar yfir því. Já, þetta er 3. símtali í vikunni í hann, sko. En það væri samt ógeðslega fyndið, þú veist, spurði hann samt bara, hefur þú séð eitthvað nýlega í bíó eitthvað, ekkert séð Strumpana. Nei, er eitthvað gott í bíó helgina? Já, prófum eitthvað svona. Hann er með sjáðu. Nákvæmlega. Það er svona eðlilegt að ég spurði hann að því. Þannig ég held að hann verði bara strax mjög paranoiðar með þetta Strumpadæmi, sko. En við erum ekkert að fara að ræða það. Ekki neitt, sko. Það er líka bara alltaf gaman að heyri Kolbón, hell of a man. Það er líklega ekki að bara svara, sko, því niður. Búin að leggja einu í vikunni, sko. Má ég hvísla þegar hann svarar og segja, The Godfather. Já, hún mátt gera það svona vel. Ok, og þú þegja? Já. The Godfather. The man of many Kolbs. The Godfather. Kolbalicious. Ok. Ég vil það, meira. Kolbacom. Hvað segir þú, Kolb? Ég er góður bara. Það ekki? Já. Blöð og gena. Já. Segir harðir. Ég var í bíó. Varst í bíó? Hvað varst að gera? Nú, hvað varst að gera? Æ, bara slá út á höndunum okkur strax. Það er fljótur að því. Ok, já. Það er hlýja. Hvað myndir þetta á? Ég var Strumpánum að hjálpa. Þetta var hann í annað en þriðja skipti. Ég er bara í þessari viku, já. Er ekki þægilegt að vera á henni svona snemma á daginn og vera laus múæðinsingin? Já, rosalega fínt, maður. Ég er í bíi vissanir um paranoia. Elskar dagsýningar. Já, ég bara nefndi þess ekki aftur, sko. Við vorum ekkert að... Föstudagur og þið að hringja, þú veist bara, alveg í hallalata stöðinu, þá veist ég hvað er í gangi. Við vorum ekkert að fara að ræða Strumpana. Nei. Ég sverða, við ætlum bara að heyri í The Godfather. Já, þú veit það, bara heyri í mig. Bara gerðu eitthvað dagskrálið, bara heyri í Kolb, bara hringja. Reyndar. Þið eru svo vangir. Egil hefði samt kannski spurt
Ertu búin að gigga eitthvað í bíó nýlega? Já, hefðan kannski. Já. Þú eyðilaðir þetta? Já. Þú sagði bara strax að þú værið í bíó. Þú eyðilaði grínu okkar, því miður. Ég er bara varð. En ætli þið, þið skötu ætli að kíkja á okkur helgina? Það er aðeins. Kíkja okkur, já, það eru greiða, sko. Já, eitthvað í bíó. Það getur vel verið. Hvað er uppáhalds bíóð þitt, Coldfather? Ég get ekki sagt hvað er uppáhalds bíóð mitt. Já, því að það verður hinn bíóinn pyrrð út í hann. Já, getur verið eitthvað. Já. En já, það eiga allast uppáhalds bíóð nefnilega. En hvernig er svona, en öllu kanni sleftu, hvernig er helgin hjá Coldfather? The man of many colbs. Hún er bara frekar róleg, sko. Róleg heitir Colbalicious? Já, ég heldur gott að ég þrákanir. Það segja eitt kolb, veistu hvernig ég varð 100% eftir sístu helgi, eftir þjóðatíð? Þú ert ekki ennþá þetta í orðin 100%. Í dag, þetta er fyrsti dagur. Já, orðin góður núna. Þetta er fyrsti dagur í dag sem ég vaknaði morgun og hörði ég nú bara eiginlega verða 100%. Já. Er það eðlilegt, er það komið föstudagur, sko? Það er ekki eðlilegt, þú varst alveg þá minnum svo þig. En segðu mér annað kolb, Monster Inc. 2, hvernig er hún? Er þið búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá Monster Inc. 2. Ég ætlaði kannski ekki með frængu minna á honum helgina, litlu. Já, ok. Þú veist ekki hvort hún sé góð eða ekki? Já, ég myndi bara hendi og hann er góð. Ok. Ég elska teiknimyndir. Ok, good shit. Lásaði séu það. Ég elska teiknimyndir. Ok, eitthvað meira að fyndið? Nei, gaman að heyri ég, Cold. Gaman að heyri þig, Coldfather. Ok, svo leiðis. Farðu varlega. Bye. Hann ákveði eðilega bara brandara fyrir okkur strax, maður. Hann byrjaði bara á þessu. Já, ég er í bíó. Samt gaman að heyri honum. Já, alltaf gaman að heyri honum. Ég vissi að Við segjum að heyri honum í hver einasta föstu, þó við ekkert að tala um hann. Ég vissi að þetta er paranoiðar. Það er virkilega flott lag. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöm, styttist í föstudagslægið, Sturlar staðreyndir, Arnar Gunnlaugshotnið og fleira. Og það vil svo skemmtilega til að það er 4 ára strákur sem er með föstudagslægi í dag og hann heitir Adam. Adam Ingeð ekki? Jó. Já, mikill fagmaður. Já, en við erum að fara í núna aðun. Það sem að fara í núna er, ég ætla að spyrja þeir spurningum. Ok. Þetta frekar svo bara svo hugleiðing. Ég skoða mikið Facebook, eða þú veist. Já, þú ert alltaf online þegar ég fer. Ég skoða Facebook. Já. Ok, og ég skoða mikið Brian Ecclepen. Ég ætla ekki að íkja, ég fer líklega á Facebook á Brian Ecclepen 6 sinnum á dag, ekki? Já, fyrir ykkur sem veit ekki hver Brian Ecclepen er, þá er það Brynjar Már. Já, ég kíki líka mikið á Heiðar Östmann. Já. Það er mistari. Heiðar er toppmaður. Já, en þess að ég er að velta fyrir mig, ég var að hugsa daginn, hörðu, hver eru 2 hörðustu gæjar sem ég þekkti hérna fyrir svona 7-8 ára síðan, 10 ára síðan? Heiðar Östmann og Brian Ecclepen. Hörðustu? Já, við talum sko, Heiðar Östmann var svo harður og trúir ekki, þekkti hann alltaf þá, bestu sögurkröki. Hörðu, ég mætti Heiðar Östmann einhvern veginn til búð. Það er 7-8 árum, ég er búin að sko, það eru 11 ár sem ég byrjaði í poti, ég er búin að þekkja Heiðar í 11 ár. Skýtt samt ekki. Þetta getur vel verið 13 ára síðan. Ég lélu ár, það var einhver tíman, skilur. Sorry. Ég hitt Heiðar Östmann til búð, hún sagði hérna, góðan daginn, grjót, haltu kjafti. Sagði hann við þig? Já. Það er bara þannig. Ég bauð góðan daginn, sko, hann var ekki að pirraður. Ef þú býður Heiðar Östmann góðan daginn dag, þá farið bara, nei, góðan daginn, hvernig hefur þetta ekki bara góð, þetta ekki ferskur, og klappar á kinnan og nánast kissir þið, sko. Bara svo fólk gerir, eða bara hilsar. Þessi fólk gerir? Hvað, kissur er fólk sem býður góðan daginn? Ekki Heiðar heldur. Nei, en málið er, að mitt koncept er, út af FM er greinlega breytt þessum mönnum í, hvað sem þið er í dag. Já, ok. Og mitt koncept er, hvernig breytist þú auðun í Heiðar Östmann, skástrík, Brian Ecclepen? Þú ert svona harður þessu út eins og Heiðar Östmann fyrir 10 árum, skilur? Já, því ég segi fólk að grjóthalda kjafti út í búð. Þú veist hvað, þetta er rugglega. Nei, svo ég ætla að lesa fyrir 2 status á Heiðar Östmann og Brian Ecclepen á Facebook. Ég er búin að, Má ég lesa, ok. Ég var gaman að sjá þig setja svona einhvern tíman inn. Já, á Facebook. Getur sett hérna rólta rómantíkspettan undir, hann ég hafi smá... Ertu að fara að lesa einhverja, er þetta eitthvað svona hugljúft? Já, þetta er Heiðar Östmann og Brian Ecclepen, sko. Ok, það er ég og einn hérna þær. Hvernig líst þetta verður ekki betra. Ok. Ég ætla að byrja á Heiðar Östmann. Heiðar Östmann fyrst? Já. Ok. Vakti dóttir mín í morgun með að setjast á rúmið hennar, halla mér að henni og kissa hann á kinnina. Hún segir, pabbi, þetta er sko besti koss í heimi. Fyrsta sem hún sagði, bara priceless. Status nr. 1 á Heiðar Östmann. Já, þetta er bara fallist dóttir að spara þig, maður. Nei, ég er bara, status 2 Heiðar Östmann. Á afmæliskonu í dag. Stefáni Egilsdóttir er ótrúleg manneskja. Þetta var ekki að vera að fyndi auðvitað, sko. Ég er að hlæja öðru þetta á Twitter, já.
Ok, við það. Slóst með að lægina. Ok, já, afmæliskonu í dag. Já, afmæliskonu í dag. Stefáni Egilsdóttir ótrúleg manneskja. Betri konu ekki hægt að eiga því hún algjör gullmóli. Með gott hjarta, fallega sál og ekki skemmið fyrir hvað hún fáránlega falleg. Hugsar ótrúlega vel kallinn sinn og gerir hvern dag ótrúlega skemmtilegan. Kom með látum inn í mitt líf fyrir nokkrum mánuðum og fær sko ekkert að fara aftur. Já, þetta var King Heiðar Östmann. Já, þannig menn bara opna það sem ég að segja við þig, fyrir 15 ára síðan hann ekki sett hann stað sem þú haldi byssu að henni á hann, sko. Þannig að FM breytt honum. King Brian Eklundben, status 1. Við hjónin skelltum okkur út að borða á Longhorn Steakhouse eftir yndislegan dag og Daytona Beach. Þarf hann að taka fram, þarf hann að taka fram hann hafi verið á Longhorn Steakhouse og Daytona Beach. Já, auðvitað, okkur ekki neymdropa. Við erum með Nautalsvík, hann með Daytona Beach. Ég veit að hann rúla Brian Eklundben. Og geta allan að halda áfram. Þetta klárlega besta verslunarmannahelgi sem við höfum upplifað síðan við vorum á þjóðhátíð fyrir 10 árum síðan. Ég elska þig. Ég elska þig, Anna Kristín Eklundben, af öllu mínu hjarta. Og ég hef alltaf elskað þig. With Anna Kristín Eklundben at Longhorn Steakhouse. Hann takkar hana og setur locationin í logstatusum. Hann miklu tæknivættar þessu Brynjar en Heiðar í að takka, sko. Já, hann tvítakkar þá sem hann Heiðar skýta á sig þar, hann takkaði hann ekki sinni, sko. Ég meina, hvað getur ekki fólk fara út að éta lengur á þess að Status 2 hjá Brian Eklundben. Ég hlakka svo. Ég ætla að byrja, mér finnst flottara svona í byrjun. Ég ætla að setja aftur á, mér finnst að koma svo flottur Það var rólir í byrjun. Já, mér finnst það svona betra. Status 2 hjá Brian Eklundben. Já. Ég hlakka svo mikið til að fá litlu prinsessun okkar í heiminn. Það ótrúlega hvað stuttur tími getur verið lengi að líða ef maður að bíða og hvað langur tími getur liðið fljótt ef maður ekkert að bíða. Eftir síðasta sónar kom reyndar ljós að Brianna Heaven greinilega líka að bíða eftir því að komast út því að hún á fullu að brjótast og sparka í mömmu sína. Það styttist í að fá söng og sögur í bumbunni. At Anna Kristín Eklundben. With Anna Kristín Eklundben. Hann takkar hana tvisverður. Hann tvítakkar. Sem hann fyrst að ég valdi sem þið gerði á Facebook. Nei, hann bara svo fyrsti. Og það að trenda á Facebook. Ég sé að menn fannir að tvítakka núna eftir að King Brian Eklundben. Já, hann bara að kenna mönnum. Og konceptið mitt hvað er langt okkur þú, hvað þetta vinna þetta lengi viðbóð? Hvað er þetta lengi núna? Ég er búinn að vinna þetta í 2 ár núna í haust. Já. Búinn að vera einn í 2 ár, menna þú ert búinn að vera með mér einn í 2 ár. Hvenær fæ ég að sjá eitt svona dettin hjá Blondale? Sko, málið svo ég tækir nú upp hanskan fyrir að báða, þú sem að lesa þetta 2 statusin, menna þeir eru með þetta á Facebookinu og eru með 5 manns. Þetta eru toppmenn, ég er biggest fan. Algjöru toppmenn, en sko, þeir eru bara ólíkir okkur að því leyti að, ég ljótt að segja og kannski ef ég verður svo heppin eignast kærastengundum hann kannski á það eftir að fara í töðunum á henni ég er bara aldrei að fara að setja svona inn á Facebookið mitt því miður. Ekki í staðan í dag. Nei. En sem betur fyrir eigu þetta upptöku því að mögulega eftir 10 ár spila ég þetta fyrir því manstu þú sagðir þetta ég mun aldrei setja orðin svona örugust með málega þetta er bara tilfinningaverur. Heiðar Östmann er tilfinningaverða. Ég elska Heiðar Östmann. Hvernig status heldur ég verði með eftir 10 ár? Hvernig heldur hann myndi byrja? Vaknaði við hliðin á yndisöldu konu sem ég þekki. Hún er með þykkt hár. Hún er ekki sköllótt þessu. Hún er ekki sköllótt þessu ég. Hvernig náði ég hérna? Hár, þetta eitthvað. Ég heppnasti maður í heimi. Jú, veit maður á dabuð þegar maður þarf að monta svo að kærast að síðan sem ég hár. Kannski þetta búin að þrítaka þá eftir 10 ár. Já, það er eitthvað nýtt. With Anna Kristín Eklundben. Ég er bara með hugmynd. Já. Þessi betti verður á eftir nákvæmlega viku. Ég gerir status fyrir þig, þú gerir status fyrir mig. Wow. Fyrir mig auglýsingar, svona Sturla staðreyndir og föstudagsslagi. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is Túle kynnir Kaleo á Gamla Gauknum. Johnny and the Rest og Kaleo munu halda tónleika föstudaginn 9. ágúst. Ókeypis er inn og tilboð á barnum. Tónleikarnir hefjast klukkan 10. Ekki láta þig vanta. Gamli Gaukurinn. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Félag bókagerðarmanna.
Taktu, bardagísinn á 150 krónur í allt sumar. Stór, stærri, stærsti skiptibókamarkaðurinn í öllum verslunum okkar. A4. Laugardagar eru lottódagar. Leyfðu þér smá lottó. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladiskó laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. Taktu með þér iPad í fríð. Epli.is. Í kvöld á Stöð 2, í fyrsta þætti af Bara Grín verður fjallað 70 mínútur. Auddi, Sveppi, Simmi og Jói, bestu brotin og stórkostlegar sögur. Ekki missa fyrsta þætti af Bara Grín í kvöld klukkan 20:15. Stöð 2 í Leiftrandi á Skerpu. 3 fyrir 1 af völdum drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Red Square. Home, Austurstræti 12. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. 2 harðir í FM 95 Blö. Avicii styttist í föstudagslægið. Það er Adam sem að sér það í dag. 4 ára gutti sem mun örugglega fara á kostum. Það er líka, hér rétt handað við hodni er Arnar Gunnlaugs hodni líka og fleira. Og spurt og svarað líka. Já, maður veit að maður spurt og svarað þetta. En það er komið að sturglum staðrendum í FM 95 Blö. Og ég held að þekki flest allir sturglaðar staðrendir. Ég les hér upp 10 staðrendir sem að eru sturglaðar. Það er ekki flóknar en það. Þú tilbúinir? Já. Hlustendur tilbúinir, allir klárir. Þá byrjum við. Kærustu pör rífast að meðaltali 5 til 7 sinnum á dag. Sturgluð staðrend. Mér finnst þetta svolítið hátala. Er þetta ekki eitthvað bullshit? Já, ég 5 til 7 sinnum á dag. Ég held að það var á sig á ári. Já, ok, rollur. Ég held að það sem 5 sinnum á ári. Já. 5 til 7 sinnum á dag. Og það leiðilega svo gerir er rífast. Það er ekkert leiðilega. Það er að tala um kærustu pör og hjón, sko. Já. Ég veit ekki, en þetta er sturgluð staðrend. Það er sturglaði við það. Nennur að standi ég verið í sambandi og þetta rífast 7 sinnum á dag. Nei. Alla daga vikuns. Nei. Ég er í geðvikus. Já. Það fyrir eitthvað singlar þið bara. Já. Okkur horfur fyrir næsta. 12 nýfædd börn fara í hendurnar á vitlausum foreldrum daglega. Já, fólk að skýta á svo sjúkar og svona með. Já, og gefa þess að láta foreldruna hafa vitlausan krakka. Er flókið að merkja krakkana? Það ætti ekki að vera flókið. Ég var að vinna í IKEA, það var ég með name tag. Já. Það stóð Egill á því. Já, væntalega, þú heitir Egill. Já. Og ef þú átt krakka, ég merkja hann bara. Blondell. Já, ég meina, fólk gerir þetta eru 12, þetta eru allan heim, og veist að fæðast, hvað er það að fæðast margir á hverjum degi? Þetta er bara mjög lélegt. Já, auðvitað, þetta er ömurlegt. Heldur að þú sért í réttum höndum? Erstu líkur foreldriðinum? Það getur vel verið að séu einhverju þarna út í Kópavogi núna sem hugsa með sér hjúkjart. Þetta er mjög góð spurning, sko. Því að pappi bleiksmiður, sko, getur gert við allt. Og ég hugsaði með mér, ég lítið að vera bleiksmiður líka. Vann sem bleiksmiður í heilsumar. Ég eyðilaði bara allt sem var þetta eyðilegja í þessari bleiksmiðu, sko. Já, þú getur það ekki. Nei, þannig að... Svo er mamma en æðisleg og það ert þú ekki. Ég er bara þessum að þú sérst ekki. Allir maður gerir víksla. Hver er allir pappni? Fjölinn Þorgeis eða? Hvað áttaði? 2 ára? Ég held ég sé líka... Já, samt. Nei, ég getur vel verið ég sé á villust það líka. Pappi með þykkt hár, sko. Já. Pappi með krullur og þykkt hár. Og geðveikt góður í stærðfræði. Já, þú sökkar stærðfræði. Og er sköllóttur. Og mamma henni fyndin. Og skemmtileg, þú það ekki. Þetta er skrítið. Það er svona þetta. Sjúkdómurinn að eldast í vitlausa átt eins og var í kvikmyndinni Benjamin Button er til í alvörunni. Já. Og spáði því maður. Það var góð mynd. Ég hef ekki sá hann ekki. Já, hún er geggjuð, sko. Bara pitt í essinu sínu og það er, sko, þá byrjar eldgamall og endar rosalega ungur. Þú ferð vitlausa... Það er svakalegt. Já. Ég held reyndir að Ryan Giggs sé að glíma við þennan sjúkdóm. Já. Já, hann er bara 50 og bara á kantinu með United. Meistari. Ó, já. Ég elska hann. Býta þess. Hérna, segðu það eins, gerum við greið, segðu Ryan Giggs. Ryan Giggs. Ardakur Láksum trailerinu. Já, ef einhver á að skilja þá... Já, Ryan Giggs, það er bara hann. Ok, svo er það... Hérna, já, smá stund, eða bara, sjáumst þetta smá stund, eða moment, eins og það heitir í Bandaríkjunum, það eru 90 sekúndur. Það er mest að kjafta þessi hér. Þannig ef einhver segir við þig, ég er komin eftir smá stund, þá átt ekki að þurfa að bíða meira en 90 sek.
Já, ég sjótt séð smástund, það svo 10 myndir í mig, sko. Já, það átt að segja eitthvað annað, átt að segja sjáumstu eftir. Já, ég segja að séð þetta 10. Bara eftir reglum. Smástund er 90 sekundur. Já. Ok, ég vissi það bara ekki, nú veit ég það. Nú veist það, sturlu staðrind. Passa með þessu. Þið að nóti líka, passið ykkur. Svo er hér, ég vissi að þú elskar dýrastaðrindir. Ég elskar þér. Þú ert mikill dýravinnur. Gíraffaspark, var að segja að gírafasparkar, getur tekið ljón í sundur. Já. Hvernig finnst þér það? Já, menn ímyndaði bara hvað hestur getur sparkað fast. Já. Og lærið á gíraffa er svo bílliðinn, sko. Og hann er svona 3 metrar á hæð. Ímyndaði hversu fast það getur sparkað. Já, ég er að segja hversu fast. Hann getur tekið ljón í sundur. Já, ég menn sparka beitt í hausinu, hausinn fyrir það er 100%. Það er rosalegt, maður. Það er 100%. Þú vilt ekki, ef þú sér gíraffa, ekki verið fyrir aftan eitthvað svona eitthvað flip. Já, við bara röltaði í Hljómskálagarðinum. Já, það er búið það. Já, ég myndi aldrei fara að standa fyrir aftan sko, gíraf. Ég þór ekki að standa fyrir aftan hest. Kannski er ég að berga mannslíf núna, þegar einhver sem er hlusta, einhver dýragar, eitthvað safari, bara að hlaupa eftir einhver gíraffa. Þú mátt ekki hoppa til hans eða? Já, þetta gírafinn hann er ekki rándýr, sko. Þú veist, þetta er bara svo bangsi, hávaksin bangsi. Þannig að hann getur sparkað í sundur. Já, það er rosalegt. Og hér er staðrind sem að ég fekk í maga með að heyra og ég veit að það eru margir að núti sem að eiga þeim á eftir að líða eins og þegar ég las þetta. Lion King, minnst nú ekkert svo rosalega langt sem hún kom út. Það er mjög góð mynd. Já, það eru 19 ár sem hún kom út. What? Hversu gamlir eru það? 19 ár? Já, ég hafði giskað á svona 10. Arnold Schwarzenegger sagði viðtali, hann hefur grátið yfir einni mynd í bíó, það var Lion King. Það er enda skemmtilega sturlu staðrind. Ég veist þetta ekki. Ég get bætt henni við það. Fór hann að grenja við teiknum, hvað er hann svo Ásgeir Kolbeins? Hann veist að hann er grenjað við einni mynd á ævinni. Lion King. Ég ætla ekki að spila mig sem einhvern harðjagsleirna. Ég táraðist yfir Lion King. Ég hef táraðist yfir 3 myndum. Lion King, La Bamba og 8 Seconds með Luke Perry sem liggur í Beverly Hills. Og ég ekki, það er eitthvað með þig og Luke Perry. Þú veit ekki Luke Perry maður? Já, þetta var sönnsaga Lane Frost sem ég bjó í Oklahoma þegar hann dó, hann var svona riding bulls. En þessar væmnumyndir, það ger ekkert fyrir, svo notebook og þannig shit. Fullorinn kallmaður sem grenjar yfir notebook. Já, þá er þetta búið, sko. Já, það bara má ekki. Það er þetta búið bara. Það þarf einhver að deyja, sko. Það er svona hér, sá sem að hefur verið vinuðinn í 7 ár eða meira, verður vinuðinn að eilífu. Sturlu staðrind. Það er svoleiðis. Æ, býtu. Hvað erum við komnir í? 2006, við erum í... Hvernig byrjar að mæta til með þjálfurinn? Já, við erum held ég 6 árum. Ég þarf að fara að dömpa þér. Ég get ekki verið með því það sem eftir mér. Það er bara þannig. Ég þarf að fara að forða mér. Svo er það hér. Það eru 2 eftir. Köttu, já, þetta fannst mér skemmtileg, sko. Köttu sem blikkar rólega til þín, hún þykir vænt þig. Ok. Já, og köttu sem er að blikka rólega, hann sem sagt er skotin í þér, eða þess að crush on you. Rugglega það? Nei, bara ekkert rugg, bara skilja þess að þannig ef það er einhverjir að núti sem eru með ketti á heimilinu og kötturinn byrjar svona að blikka rosalega rólega, þá er hann voða... Sko ég er alveg gaman að ég fíla ketti. Já, er það? Já, svona ég er ekkert á mótið þeim. Nei, ég er ekkert á mótið þeim, en ég myndi ekki með eiga kött, sko. Nei, en það sem er pirrandi er, munurinn á því, sem að það er alltaf her á Íslandi og eru Blondell, Gilsari, það er kallað einhvern í herin. Já, ok, good shit. Sendir einhvern. Já, það er 100%, það maður sé vel minni. Og síðan er ég burtið 2-3 ár, ef að ég ætti hund og þú ættir kött, munurinn á því þegar ég kemi heim og myndi hitta hundi minn, hann myndi hlaupa mig niður og sleikja mér hausinn í svona klukkutíma, trompast af ánægju. Kötturinn er það búin að setja sult á hausinn? Kötturinn myndi ekki svona horfa á þú kemur heim, sko, maður skýt saman. Já, ok, hann er bara með hróka. Já, bara þú veist, hún er með drulla saman, þú farið 2-3 árið ekki, sko. Hundurinn saknar þín. Já, ég er miklu meiri hundamanniski, sko. Það er eina sem er pirrandi við ketti. Þeir með að sína þeirra affection meira. Já, í sammálaði. En maður þarf endur að vinna sér inn virðingu þeirra. Það sagði Robert De Niro. I have nipples, Craig. Can you milk me? Það er svo það síðasta í myndinni. Já, í myndum sem eru bannaðar inn á 13 ári í Bandaríkjunum. Það var alveg hellingur af einhverjum svona sturlun staðrendum myndi, ég tók bara 2. Okay. Í myndum sem eru bannaðar inn á 13 ári í Bandaríkjunum má ekki sjást nekt, það má semst ekki sjást í geirvörtur og það er einhver viss mæling sem að pilsið þarf að ná. Já, x-neðalega. Já, sem menn þurfa að fara eftir og orðið fuck má ekki koma oftar en einu sinni í myndinni. Já, max einu sinni. Já, þannig að það er leifilegt að vera með 1 fuck. Já, þú búið að segja 2 svo núna, takk. Já, mjög útdarpinu. Maður ánáttúrulega ekkert að vera að segja þetta svo sem. Þetta voru sturlar staðindir og já, þó ég segi sjálfur frá, mér finnst það bara nokkuð góðar í dag. Já, flottu vel. Já, það eru fínar. Hér eftir örskamastund, föstudagslægið þar sem að... Með Adam
4 ára stórstjarna, ég get lofa því í framtíðinni. Hann að fara að koma hérna í stúdíó til okkar og syngja fyrir okkur og ekki missa því. En fáum fyrst hér unga stúlku sem heitir Miley Cyrus og lagið We Can't Stop. Nýtt í bíó, The To-Do List. Freshman year is like a sexual pop quiz. You need to do your homework. Ein skemmtilegasta stelpumynd sumarsins. Partí, strákar, kynlíf, listin langur, hún verður að klára hann. There are things on this list that I haven't even done, Brandy. This is awesome. The To-Do List, sýnd í Smárabíó og Borgarbíó Akureyri. Laugardagskvöldi 10. ágúst mun rocksveitin Noise spila á gamla Gauknum. Noise að leggja lokahönd á nýja breiðskjöfu sem kemur út með haustinu. Nýtt efni eru frumflutt í bland við gamalt og gott. Húsið opið frá 9 og tónleikarnir hefja stundvislega klukkan 11. Aðeins 500 krónur inn og tilboð á barnum ásamt því að plötur sveitarinnar verða á sérstökum tilboðsverði. Ekki láta þið vanta. Gamli Gaukurinn. LG Optimus G snjallsíminn sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Þú búinn að skoða hann? Hann nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið gott. Kauptu skólabækurnar tímanlega í ágúst. A4. Góð, betri, best. Það styttist í föstudag og við vitum öll hvað það þýðir. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Ekkert babb í bátinn minn takk. Bara brakandi ferskleika. Hlullabátar. Ávallt ferskir. Epli, Laugaví og Smáralind. Epli.is. Útsölunni lýkur á sunnudaginn. IKEA. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladiskó laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. Það eru spennandi tímar framundan á Stöð 2. Íslensk sjónvarpsdagskrá í algjörum sérflokki. 5 íslenskar sjónvarpsstöðvar og netfrelsi fyrir aðeins 265 krónur á dag. Tryggðu notalegar kvöldstundir með Stöð 2. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða í FM 95 Blö á FM 957 og það vil svo skemmtilega til að það er komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi hjá okkur og dagskrárliðurinn heitir Föstudagsslagið. Vorum með Sverrir Bergman. Já. En við ákváðum að yngja hans upp. Við ákváðum að yngja hans upp og fá stóran aðdáanda hans í staðinn. Já. Sem að Hann er 29 ára yngri en Sverrir Bergman. Já, með aðeins meira hár en Sverrir Bergman. Og bara töluvert betri manneskja. Já. Bara miklu betri en hann. Já. Hann er mættur til okkar og hann er mættur leðurjakka. Já, hann er bara að röltin í stúdíu. Þannig er mál með vexti að hann átt að syngja á þjóðhátíð. Já, það er söngvakeppni fyrir börn á þjóðhátíð. Já. Þú getur bara pínleiti barn, þú getur skráðið söngkeppni og sungið og það er keppni. Hann var fyrsti gæinn. Hvað heldur að hlustendur hafa verið hugsað þegar þú sagðum söngvakeppni? Nei, þetta er pínleiti börn. Já, ég veit það. Og hann gat keppt við alveg hátt upp í 10 ára krakka og ég var bara að veðja á Adam. Já. Hann hefði unnið. 4 ára. Já, og hann ætlaði að syngja þar þessi hjartaslægir. Sem er uppáhaldslægir. Eftir Sverrir Bergman, sem er uppáhaldslægir hans. Já. Hann er mikill Sverrir Bergmans maður, sko. Hann misti sig í brekkunni þegar Sverrir Bergman mætti óvænt á þjóðhátíð og tók lagið, sko. Já. En hann skar á þessi fyrstur í söngkeppni og fekk neitun, hann komst ekki inn. Fekk ekki að taka þátt? Nei. Búin að æfa sig í einhvern mánuð. Já, og hann fór ekkert alltaf vel í hann. Nei, hann fór ekki vel í hann. Hann fór að gráta, sko. Það er svo að gerist út 4 ára og gett ekki söngkeppni og það fór að gráta, sko. Já, þú verið söngkeppni núna blöð og kannski verið ekki að grenja þú komist ekki inn, sko. Nei, ég get lofaði því, þegar ég var 4 ára, þá hefði mamma mín verið bara sátt við að hefði ég bara grenjað. Þegar ég hefði, sko, tekið og brotið eitthvað og farið bara á ráðist á dólmönduna. En við ákváðum að reyna að bæta honum þetta upp. Já. Fyrst að hann lét ekki ljósitt skína á þjóðhátíð. Akkur ekki að syngja bara 50 manns á FM 957. Og leiði honum frekar að syngja hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Við lofuðum honum þessu síðustu helgi. Og hann er einmitt mættur hérna til okkar, hann Adam. Og ég ætla bara að byrja að bjóða hann velkominn. Hæ Adam. Velkominn Adam. Ertu ekki hress? Jú. Já, hvað er að frétta þér? Já, var ekki gaman á þjóðhátíð? Jú. Já, hvað var skemmtilegast? Að sjá og horfa á. Já, nákvæmlega, sjá og horfa bara á allt saman. Já. Já, en hvað fannst þið gaman að sjá Sverrir syngja? Já. Finnst þér hann góður söngvari? Já.
Ætlar þú að vera söngvari þegar þú verður stór eins og hann? Já. Ég er búinn að sjá þig syngja rosa oft á Facebook og svona. Þú ert rosa góður. Já. Þú ert með þess að það góður að þú ert að spája að taka lagið fyrir okkur hérna núna í FM 95 blöð. Já. En hvað hérna, varstu eitthvað að fá þig bjór á þjóðhátíð? Nei, auðvitað ekki maður. Mamma og pappi er alltaf í kringu þig, þá er það ekkert hægt. En segðu hérna, Adam, hvað ertu gamall? Byrjuðu að segja það. 4 ára. Hann er 4 ára. Ok, má ég spyrja það einu? Geturðu sagt okkur núna, mér og hlustendum, hvaða lag þú ert að fara að syngja? Kveikjum eldana. Kveikjum eldana, já. Mér líst vel á það. Það er þjóðhátíðarlagið frá því fyrra með Sverrir Bergmann. Segðu mér eitt, reistu þessu bönnum. Hver er uppáhaldsfrændiðin í öllum heiminum? Þú. Það er hárrétt. Ok, glæsilegt. Það er vel svarað. Já, það ertu búin að dæla miklum pening í krakkan. Hérna, já, þá held ég að sé bara allt klárt ef Adam er klár. Já, Adam, er ekki best fyrir að standa hérna, stendur hér, syngur í því að hérna. Stattu bara upp. Háðu. Gerðu bara eitt besta, Adam. Það eina sem ég byggðum. Syngja bara núna hátt og snjallt fyrir bæði mig og hlustendur, þá svo allir heyri. Ok, ertu tilbúinn? Já. Já, byrjum við. Má ég heyra, hátt og snjallt. Þessum hörstu skæ, kveikjum eldana. Ungur og efnilegur söngari, ekki nema 4 ára gamall. Það besta performance sem ég hef heyrt á 4 ára krakka. Já, það er eitthvað sem segir mér að hann mun stjórna brekkusöngnum eftir nokkur ár. Ég var 4 ára og ég var skítandi og mígandi í mig, sko. Já. Það sem ég var að gera, sko. Já, sko, hann syngur betur 4 ára heldur en ég syngi í dag. Það er bara þannig. Við þökkum honum kærlega fyrir þessa tóna. Eitthvað sem vilt segja lokum? Hvað þú segir bara takk fyrir mig, ég heiti Adam og takk fyrir mig. Takk fyrir mig, og takk fyrir okkur. Þetta var föstudagslagið þennan föstudaginn í FM 95 blöð og já, svei mig þá ef hann er ekki bara betri en Sverrir. Left the building, eins og maðurinn sagði, þegar Elvis fór. Ég sagði mömmans, ég let hann að kvitta, ég let krakkan kvitta. Adam kvitta á blað, ég tek 20% af öllum það sem hann fara inn fyrir cash við syngiframtíðinni. Ætlaðu þú að fara að græða á litlafrændagi? Já, það er ekkert að þú. Ég tek 20%. Þetta var stórkostlegt. En nú eru komnir í hérna... Þökkum honum aftur kella fyrir komuna. Þetta var alveg föstudagslag. Við þurfum að vera ofta með föstudagslag. Já, ég sammála. Það er gaman að því. Já, fá svessa jafnvel einu sinni í mánuði eitthvað. En það er hins vegar komið að því núna að ræða mann og þessi maður er, já, þetta er maðurinn sem allir aðri menn vilja vera. Þetta er maður, það sem þetta er. Þetta er maður sem allar konur vilja og, já... Allar konur vilja. Egil, hvað heitir þessi maður? Arnar Gunn Láksson. Þeir verða ekkert mikið flottari heldur en Arnar Gunnlaugs og já, við ætlum að ræða þennan snilling hérna aðeins. Við reynum að segja alltaf 2 til 3 sögur á honum. Það er 10 miljón. Sem er allar sannar. Já, ég meina við getum talað hann til 6 núna í dag. En það getur fínt að vera bara með smá hotn. Já, það er bara eins og mikið sko. Þannig að, já, við ætlum að segja ykkur 3 sögur. Og ég ætla að byrja að segja frá því með Arnar Gunnlaugs. Hefur svona hugsað út í það. Það er rosalega margir á Íslandi sem að vilja kannski opna sína eigin skóbúð, sumir að berjast fyrir að, já, opna pulsuvagn. Já. Veistu hvað Arnar Gunnlaugs vil opna á Íslandi? Nei. Casino. Fyrir því ásamt bróðið sinu núna í einhver 6 ár sko, bara fyrir túristana og annað. Já, bara auðvitað. Vildi breyta bara hérna neðra henn og Nordica í það. Já, það besta hugmynd sem ég hef heyrt. Já, ég meina, túristandi mæta hérna, geta kíkt í kasino. Hann veit það, þá koma útlendingar, þeir fara í kasino, þeir tapa cash, við græðum cash. Já. Hann er að hugsa landið. Já, eins og hann segir líka sko, hann er svo mikil töffari, hann er ekkert að vera að mæta eitthvað og grípa í spil og einhverja svitabullu hérna út í bæ, bara hafa þetta allt á einu stað. Auðvitað. En ertu beigand okkur? Já, það sem ég sko, einn saga sem stendur upp úr. Manstu hérna haustfagnaðin 365 fyrir einhverjum 6-7 árum, þegar hann mætti í sko jakka, skástrygg teppi. Ég veit hvort það fari. Af belju. Já, hvað var þetta? Manstu þetta? Ég man eftir þessu. Hann var bara, eiginlega svona að það bara drepið belju og tekið skinnið af henni og hendi yfir axlarnar á sér. Ég man eftir þessu jakka, ég hugsaði með mér í hverju er maðurinn, hvernig fer hann að þessu
og af hverju get ég ekki verið í þessu? Hefði ég mætt í þessu, fólk hefði bara hugsað með sér, hvað er Auðun Blöndal að tapa sér í ruglinu? Nei, fólk hefði sérðu þennan trúð, mætturinn, en sérðu trúðinn. Sérðu þetta sköllótta, athyglisjúka ógeð sem var röldaðinn haustfagnaðinn? Það sem fólk hefði hugsað að ég kom í þessum jakka. Nei, Arnar Gunnlaugs kom og fólk bara, vá, hvað fyrstu þennan? Það sund sem Arnar Gunnlaugs má, sem aðrir bara meira ekki. Það eini maður í Ísland sem púlaði hann í jakka. Ég fullir það er enginn. Kannski Fjölnir Þorgeirs, það möguleiki, ég held ekki. Það bara svo pirrandi að hann get ekki sýnt fólkinu í jakka, því að það svo fyndið ef Arnar Gunnlaugs væri hérna, hann veit nákvæmlega hvaða jakka við erum að tala Nokkur hlustandi sem muni eftir þessu jakka, sko. Það var rosalegt. Segir mig það, hann var ekki einhverjum krókudíla stígvölum í stíl, sko. Þetta var eitthvað algjört rugl. Svo ætla ég að enda hérna sögu sem er líka sönn og var mjög góð. Manstu, sko, Arnar Gunnlaugs, við erum það heppnir að hann heldur með Manchester United eins og við. Sjálfsögðu. Og horfir, svona að minka, en hann er svo mikið í útlöndu núna. Hann er mikið í LA. LA og ef hann er ekki þar, þá er hann bara í Fraklandi eða... Já, eða bara gera eitthvað, skilur. Eða hjálpa heimilislausum í Barcelona, það er alltaf eitthvað. Hérna, þá, þegar Manchester United var meistari, varstu þetta því? Unnum Viggan, Ryan Giggs, einmitt, kongur, setti setna markið fyrir okkur. Þá ákveðu að fara allir út að borða strákanir. Hvað við hún, 6 eða 7. Hvað voru að fiskimarkaðinu, hvað voru þið? Já, fórum á fiskmarkaðin. Fiskmarkaðin, já. Það var ekkert farið í pulsur. Nei. Herðu, svo erum við búin að sitja og fá okkur hvítvín og rauðvín og skála og syngja og hafa gaman. Já, við erum 8 saman eða eitthvað, allir búin að borða. Já, ég held að við 7. Já, 7. Svo ætlum við að fara að færa okkur, ætlum við að fara yfir annan stað. Ég stóð upp og rölti og segi, herðu, segi við yfirþjóninn, hvað hérna er ekki hægt að skipta þessu niður? Þá segir hann, það er búið að borga þetta, ég lít til hliðar og blikkar Arnar Gunnlaugs mig. Ég var svona, Arnar Gunnlaugs var búin að taka reikningin. Og hann smelti svona, strákar komið, drifum okkur. Nákvæmlega, hann nefndi ekki að hanga þarna lengur, hann var bara svona, herru, förum hérna strákar. Þetta er klárt. Já, förum eitthvað í gin og tónik eitthvað. Þetta er bara kongur, það er bara þannig. What a man, þetta var Arnar Gunnlaugsotnið þennan föstudaginn. Drikkjum á föstudagskvöld milli 12 og 1 í boði Carlsberg, Hóm, Austurstræti 12. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þú getur aukið vinningslíkur þínar í áskorandaleik Orkunar á tvennan hátt. Verslaðu alltaf með kortum og lyklum Orkunar eða staðgreiðslukorti Skeljungs og æfðu vítaspyrnurnar. Orkan. Hvernig leggst helgin í ykkur? Ekki gleyma að spila með í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Dell, Samsung, HP eða Apple. Þú fær tölvubúnaðinn hjá okkur. Advania.is. Einn vinsalasti útvarpsmaður landsins Siggi Hlöð snýr aftur á sjónvarpsskjáinn. Andi 9. áratugurins svífur yfir vötnum í löfléttum og stórskemmtilegum spurningaþætti. Veistu hver ég var? Hefst á Stöð 2 í ágúst. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Skiptibókamarkaður Griffils í Skeifunu 11. Griffill, alltaf ódýr. Á föstudagskvöld mun hljómsveitin Samaris ásamt Guðna Þór og hljómsveitinni Rock koma fram á tónleikum á Hressó í boði Líking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:30 og er frítt inn. Fylgstu með dagskráni á Hressó fésbókinni. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Það er að gera að tjekka á perform.is eða ætla að koma ykkur í stand. Kæru hlustendur, góða vörur þar fyrir ykkur sem er í ræktinni. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö og við Egill erum í Fantagýr og verðum það alveg til 6. Það er svo leiðis. Ég reynda að þarf að hætta 10:06, ég er að fara að keppa fótbolta þetta.
Það er svoleiðis. Við verðum til svona 10 minútur í 6. Sara Léttir versus Hvíti riddarinn. Þeir eru að við það drullu góðir. Sett eitt í vinkilin fyrir frændæðin. Ég skal reyna, það er að koma ára á mig. Það er 100%. Hérna, nú finnst mér að við með félaginu farið spurt og svara. Þér finnst það alltaf, sko. Við veit að við félaginu erum ekki betra að gera hún ángrín, sko. Já, það er og þetta er bara... Þetta er alltaf eins? Nei, ég hef aldrei fengið þess að tvær. Ég hugsa, þetta er aldrei verið minnst á þetta. Ok, byrjar þetta á man of love, man of passion, man who fears no change, man... Er þetta eitthvað svona kjaftaðið? Nei, þetta er bara tvær eðlilega spurningar. Sko, fyrsta byrjar... Þannig að við erum sem þetta að fara í spurt og svara. Það er svoleiðis, sko. Ok. Þú varst ekki alveg búin á því, eða? Jó, ég er bara ekkert að deyja og spenna. Þetta eru tvær spurningar. Ok. Og fyrsta byrjar bara svolítið spes. Já. Sæll Egill. Jæja. Byrjar ágætlega. Já. Ég vil byrja því að segja þér hvernig mín fyrstu kynni voru á þér. En þau eru mér ógleymanleg. Hver sendir þetta? Ragnar. Ok. Hvað, viltu fullt nátt á gennitöluða? Nei, ég er góður. Haldt áfram með þetta. Já, hérna... Ég var bara að spáði hvort þetta væri stelp eða strákur. Það er Ragnar. Fyrstu kynnin af þér? Já, en hann segir þau eru mér ógleymanleg. Ok. Það var fyrir cirka 10 árum síðan því ég ákvað að skella mér í IKEA. Við sárum vantaði eina Billy bókahillu. Nema hvað, ég er búinn að ráfa þetta völundarhús í einhverja 2-3 klukkutíma og engu nær hver ég get fundið þessa bókahillu. Ég var farin að örvænta. Það var alveg sama hvað starfsmanni talaði við. Það var bara horta á mig sem var í geimveru og ég fekk engin svör. Ég féll niður á hnén, bugaður. Ég var sekundu frá að brotna niður fyrir framan alla í búðinni því ég líti upp og sólar geisli blinda mig. Ég upplýði þetta í slow motion í dag því ég hugsa þetta. Þetta kom gangandi að mér, hávaxinn, ljósarður, herðabreiður drengur í gulri IKEA-skyrtu með eitthvað fallegasta bros sem ég hef séð. Það þú eða? Ég gleymi aldrei því þú sagði þið mig. Hvað segirðu meistari, get ég aðstofað þig eitthvað? Þetta var í fyrsta skipti sem einhverju kalla mig meistara og þú trúir ekki hvað mér leiði vel að heyra það. Ég rétt náði að stafa upp orðunum. Ég vantar hennar Billy bókahillu. Þú sagðir að það var nú minnsta málið og ég ætti bara að elta þig. Svo þú tókst hennar bókaskáp upp eins og hann væri kúskaps og hjælt á honum aðleitna bílnum mínum. Aðra eins þjónustu hef ég aldrei fengið og ég hef aldrei kynst... Er þetta lögn saga ég? Hvað er að gerast þetta? Ég er að sofna, sko. Kottum með spurninguna, maður. Já, aðra eins þjónustu hef ég aldrei fengið og aldrei hef ég kynst öðrum eins manni. Vildi bara segja þér þetta, Eilminn. Hvað er Ragnar? Þetta er sem fyrsta spurningin. Nei, hver var spurningin? Þetta bara, þetta sem ég var að lesa. Nei, þetta var saga. Þetta var ekki spurning, Egill. Þetta er það sem að sendi. Heitir ekki dagskrárliðurinn spurt og svara? Þannig að átti þetta ekki að vera þannig að hlustendur senda inn spurningar eða sem sagt eitthvað sem að þú kokkar upp sjálfur og þú svarar því. Það er svona koncept. Og hver var spurningin hana? Sko, sagan er svolítið spurningin. Þá kom að næstu. Eina spurningi fyrir þessu sögu, bara hversu leiðileg var hún? Þið vil eitthvað viðbjóðum maður. Það eru bara 2 í dag. Ok, næsta hérna. G höfðingi, G meistari, G maðurinn. Ég elska út af lífinu. Ég elska út af lífinu. G bletturinn? Nei, ekki einhvern veginn. En ég bæti eitthvað sinn. Ég elska út af lífinu. Ég heiti Sigurður og ég elska þig. Ég er ekkert feiminn að segja það, Gilsari, að ég elska þig. Ég skal alveg segja það aftur og vilt. Ég elska þig, Gilsari. Það er rugglega þetta, maður. Já, ég þarf að lesa spurningu. En ég ætla að spyrja hvort ég mætti spyrja Auðun Blöndal vininn einni spurningu. Er það í lagi? Nei. Það er ekki í lagi. Hoppa á næstu. Þú ætla að tala um að fá 10 spurningar sendarinn? Nei. Hvað er með næstu? Leifðu Sigurði að vippa einn á þig. Sko, ok, málið er, ef var eitthvað Sigurði sem sendi þetta, eins og þetta byrjaði hjá þér, þá vantar eitthvað í hann og ég get ekki hjálpa honum. Ef hann segir 5 sinnum hann í byrjun hann elskið og eitthvað, þá hef ég bara engan áhuga að tala við. Já, það er bara hýðan að Gilsar. Nei, bara helt tæpar á geði ef þetta er til í hann. En sko, geður hún spara hjálpaði drengnum? Nei, hvað? Ok, hvað? Sæll minn? Sæll. Sigurður heiti ég. Já, blessaður. Þannig mál með vextið að ég framleiði gríðarlega mikið testosterón eins og þú, Auðun. Hárið er farið. Það er bara þannig. Eins og á þér. Kemur á óvart þetta sé eitthvað tengt því. En mér er samt alveg saman það. Það eru margir meistarar sköllóttir. Blondell, TG, Video Game Boy,
Bubbi, Arnar Guð Lágsson, Ómar Ragnarsson, Jason Statham. En ég með 2 spurningar til þín, Blondell. Á ég að vera með smá hár eins og þú og Zinedine Zidane tæklið þetta, eða á ég að skafa þetta allt af eins og Virja Gameboy og Arnar Guð Lágsson gerir þetta? Þetta spurning 1 af 2. Bara það sem hann vil. Hvað að þér, Egill? Ég bara það sem honum líður betur með. Frábært. Hvað hitt? Hitt kannski á ég að taka hárinu raskatuna mér og setja það á hausuna mér. Og það seinni spurningin. Og fræki þetta við borðið. Hver seinni spurningin? Var það hún kannski? Ég búin að sjá það í gegnum það? Var það seinni spurningin? Nei. Snillingar heita Jay-Z og Justin Timberlake. Lagið heitir Holy Grail og alveg hrikalega flott. Hvernig kick-off hjá þeirri kvöld í The Football Match? Kick-off í leiknum að þetta? Já, The Football Match. Hann byrjar klukkan 7 á IR-velli, eða sérst á Gerðugarðarssoni hjá IR. Á móti hverjum aftur? Ég var að segja við erum að spila við Hvíta Riddarann og Mosó. Þeir eru konir í úrslitakeppni held ég, þeir eru drullu góðir, þannig að þetta verður erfiður leikur. Þeir að pakka blöð saman eða? Nei, ég myndur aldrei, ég ætla að vona ekki. Ég var að spila við á. Það er mjög einföld íþrótt. Þú tekur bara boltan, setur það beint í vinkil. Markmaðurinn verður hann ekki í vinkilinu, sko. Taktu bara boltan, snúður á markinu og sett hann í vinkil. Það var reynda gaman að ég myndi setja hann í vinkil. Það var einhver sem sagði mér að markmaðurinn þeirra held að ég væri pottþétt hundleiðilegur á velli. Það verður leiðilegur þar. Taka boltan og smetla hann í vinkilin hjá honum. Ertu ekki að trastóka hérna, þú veist, mótherrana? Ertu ekki að segja þeim að piece of shit og kvísla? Það er eitthvað geður. Ég er ekki eins og ég var Guðmund, kólruglaðurinn á vellinum. Ég breytist ekkert mikið inn á vellinu, sko. Reynda var ég helviti pirraður í síðasta leik og tósaði hans í línuverðinu og fekk guldspjald. Af hverju tósaði línuverðinu? Æ, það var illa gert það mér, sko. Var hann ekki 10 ára líka? Nei, hann var nú ekki 10 ára, hann er fermdur. En ég baðst hann líka afsökunar. Það skeita hann á sig, línuverðinu? Nei, það var bara, við vorum að tapa 2-0 fyrir liðið sem áttum að vinna og það var einhver sem alltaf þegar ég var að framjá, hann tósaði mig alltaf svona. Ákvað að sína línuverðinum. Hvernig það væri? Já. Og spjaltu það? Já. Dómarinn kom hlaupandi með brjála, bara eins og það var pappi stráksins. Ok. En ég líka þekkalíðið mann, ég hugsaði með mér auðvun, hættu þessu, 33 ára gamall og var þetta að vinna í fjölmiðlum. En þú ert með the coach, King Rikki G. Rikki G er að þjálfa, já. Hann er the coach. Já. Og lætur stundum ekki heyra það? Læt ég hann heyra það? Já. Það er bara gríðarlega mjög verðingu fyrir Rikki G. Já, bara Rikki fín þjálfari. Ég elska hann. Akkur að ég verið að láta hann heyra það? Nei, bara þegar ég var alltaf þjálfari að heyra það þegar ég var í fótboltanum. Nú, var ekki Willum að þjálfa það eitthvað? Ég let hann heyra það. Nú, hvernig þá? Nei, bara, veist, ef hann var að skýta eitthvað á sig, let ég hann heyra það. Já, bara eins og... Nei, bara, þú veist, ef þú byrjar ekki inn alltaf dæmis, þessum daginn, ég og Mike komum og kveitið þennan fyrsta leikniðinum. Já, þú kostar þetta að horfa, við geðir það. Já, og þú bekknum á 55 glöggunni, þá stæðst átt að láta hann heyra það. Bara öskar inn á menni. En þú stóðst þig vel í þeirri innkomi, ég var rosalega fyrir það. En hvað margir áhörundur að koma svona meðaltæra leik hjá okkur? Á leikina? Já. Hvað, þú varst þarna? Já, ég er bara svona veltað hvað er mörg hundru mann sem mæta? Þetta er 4. deild, sko. Já, þetta er 4. deild? Já, mörg hundru manns, hvað voru 16 eða eitthvað? Hvað er það að sé bara fólk með fána að þeim í stúku og lúra eða? Bara áhuga mann að fótboltið, þannig sé. En þetta er óslega gaman. Ég var búinn að gleyma hvað er gaman að æfa og spila fótbolta maður. Já, þú ert ekki búinn að lose the touch? Nei, ég er ekki með sömu snerpinu með en svona, það er eitthvað með þá. Það er bara svo ógeðslega gaman í fótbolta. Þú varst að taka þess að gæja öxl í öxl og lifta við með hérna ykkur 5-6 ár og tapar öxl í öxl í kvöld. Þá fara að heyra það, sko. Já, ok. Ég læti Rikki að kippa þér út, sko. Ég er ekki mjög góðu félagar, sko. Ætlar þú að vera hjá honum í skilinu? Já, 100%. Rikki, sko, hann reyndar má eiga það, það er eitt sem að Rikki þarf að fara að kippa í lag. Já. Hvernig hann klæði svo á æfingum. Og hvernig það? Ég er ekkert að segja hann þurfa að koma hann í jakkafötum með, sko, í skýrt og bindi. Það allt niður að segja það. Já, eins og í gær, hún skýta veður. Einhverju ljótustu kvartbuxum sem ég séð. Já. Hann var bara eins og einhver trúður. Það gengur ekki. Síðast að einhverju leik og svona. Hann var bara verið í jakkafötu, punktur. Ja, það er ekkert endilega verið í jakkafötum. Kottið þá bara, veist, í joggingbuxum og einhverjum svona, veist, einhverja Nike-treyju eða eitthvað og, veist, verður svolítið íþróttalegur. Ekki standa eins og John Candy. Eina sem vantaði var rettun upp í hann. Hann var bara eins og John Candy. Hann er ekki jafn þippin og John Candy. Nei, hann er reyndar ekki. En hvernig hann leikjum? Hann dressur upp í leikið ekki? Nei, bara úrspæða eitthvað. En já, veist, sem ég samt alveg skilja hvað á hann að dressa sig upp fyrir leiki í 4. deildinni. Hann var stór skrítin að vara því. Sástu Óla Kristjáns í gær á Laugardalsvelli? Já, þeir voru að keppi í Evrópukeppninni. Já, bara þú veist, munum Óla K. Þetta var svekkjandi fyrir í gær. Já, ég vil helst ekki ræða leikinn í gær. Ég sofnaði ekki í gær. Mættur á hana? Já. Hvað voru margir áhorfendur? 2-5. Ríkala leðalegt, ég held með Breiðablik í gær, ég held nú ekki átt með. Reyndar, sko, þetta var ekki bara slæmur dagur fyrir Blika
kallaliðið. Nei. Því að stelpurnar hennar, þær voru að keppa við, valstúlkur. Hvernig það fór? Ekki hægt að tala svo ykkur valsari. 2-1 val. Það Sauðárkrók. 2-1 val. Veistu hvað það þýtti líka? Það þýtti að Valur fór upp fyrir Breiðablik í Erlendinni og nú eru valsarar í öðru sæti þar. Já, þess vegna myndi það ógeðslega brosa þér. Reyndar Stjarnan í fyrsta sæti þar og búin að vinna alla leikina. Hvað rugglaði það maður? Já. Það er fullt mikið. Það styttist hér í að við ringjum til Bandaríkjanna. Egill Einarsson, hann er stórfurðulegt eintak og heldur að ungur maður sem vinnur á þessar útvarpsstöð sé búinn að meika það í Flórida. Ég er búinn að reyna að útskýra fyrir honum 10 sinnum að svo er ekki, en alltaf heimtar hann að tekka það. Við skulum heyra það hér eftir skamma stund fyrir fyrstu auglýsingar. Túle kynnir Kaleo á Gamla Gauknum. Johnny and the Rest og Kaleo munu halda tónleika föstudaginn 9. ágúst. Ókeypis er inn og tilboð á barnum. Tónleikarnir hefjast klukkan 10. Ekki láta þig vanta. Gamli Gaukurinn. Útsölunni að ljúka í Intersport. 30, 40, 50, 60% afsláttur. Síðasti séns helgina. Intersport. Alvöru sport. Þið Liverpool-menn sem takið þátt í áskorundarleik Orkunar, þið vitið að David James mun ekki taka mjúklega á ykkur þó hann hefði einu sinni verið uppáhaldsmarkmaðurinn ykkar. Orkan. Þér er ekki boðið! En þú getur keypt miða á miði.is. Gæran.is. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Óskaplega er það eitthvað dásamlega milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Skiptibókamarkaður Griffils í Skeifunu 11. Griffill, alltaf ódýr. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. 2 harðir í FM 95 Blö. Hvað svo hartið þetta lag, Egill? Þetta er alveg, þú skeist ekki hann. Lil Wayne, Eminem og Hathaway. I'm sticking to the script. You skipping scenes. Be good or be good. Hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal og Egill Einarsson með ykkur í, ekkert allan dag en til 6 allavega. Og það er komið að, þetta er alltaf, hvernig á ég orða þetta, Egill? Ég get bara sagt þér að hann er ekki orðinn frægur í Flórida. Akkur eftir að Brian Eccleben hater? Ég er ekki að Brian Eccleben hater. Mér finnst Brynjar Már Valdimarsson toppnáingi. Og hef alltaf sagt, og hann er nú að vinna hérna FM og þetta er frábærstrákur. Samanlega. Þannig ekki segja að ég sé að Brian Eccleben hater. Nei, og út af því, hann er að meika það í Flórida. Það er hættu þessu. Það er fact. Þú ert ekki svona vitlaus. Við erum búin að hringja eitthvað símtöl. Heldur að það væri ekki búið að koma það eitthvað fram hérna í blöðunum í Íslandi að hann væri að meika það út í tónlistinni? Ekki endilega, því að blaðamenn. Þetta er bara sem við komum inn á hann. Þú varst að lesa statusinn hans. Hann er ástfanginn. Já. Og bara er barn á leiðinni og hann er giftur og er bara... En hann er one hell of a musician. Ég er alveg sammála því. Frábær tónlistarmaður. Og hann er líka með andlit sem á heimi í sjónvarpið. Þú blandar því saman við að vera musician, útvarpsmaður og með andlit. Success. Já, Þannig að núna ráuðu bara í eitthvað annað í Flórida sem er ekki með hausinn upp í bíp. Ok, ég er með 2 útvarpsstöðvar. Já, nákvæmlega. Nú ertu fann að gera það. Já, hringjað okkur bílasölurauka sem fólk hluta ekki tónlist þar, sko. Ef að þessar útvarpsstöðvar þekkja ekki Brynjar Má. Það þekkja hann. Eða Brian Eccleben, eins og hann kallast í dag. Það er 100%. Að þá hringjum við aldrei aftur, er það dýl? Já, það er dýl. Þá hættum við með þetta Brian Eccleben að tjekka hvernig staðan er á honum í Flórida. Og þarf ekki að hóta þessi þegar þær munu þekkja hann. They will know him. People know me. Prófum við það. I'm kind of a big deal. People know me. Byrjar þú bara að kenna þig? Já. Erum við ekki bara að hringja på radio station in Iceland, eða? Já. Thank you for calling 102.5 WIKD. Please leave a message. At the tone. Rosalega rödd sann. Thank you for calling W105. En hérna, prófum golfklúbb. Golfklúbbur. Ég held að hann gólfið mikið. Eccleben. Riviera Country Club, this is Ryan. How can I help you?
Yes, hello, this is a golf club in Florida, right? It is. Yes, hello, my name is Auden Blondell, and beside me is Egil Einarsson. Nice to meet you. To meet you, yeah, we were wondering, there is a very famous guy in your neighborhood who comes from Iceland. His name is Brian Aquapen. Have you heard of him? No, sir. Never heard of Brian Aquapen? I have not. Maybe he used to be known, BMV. His artist name was BMV. Then he changed it to Brian Aquapen. Maybe that's. Does that ring any bells? It doesn't. I'm sorry. I apologize, but what can I do for you? We were wondering how he has affected the community over there since moving from Iceland. Okay. Again, I don't know who it is, so I can't tell you how he would affect the community. Yeah, I was trying to tell my friend here, Egil Einarsson, that I don't think he has made it in Florida, but he can't get it through his thick head, so you're actually helping me. Okay, all right. By telling us you don't know who he is. Correct. Yeah, cool. Heyrðu það. But this is a golf club, right? It is. It's a golf course. I can promise you, if you would sign Brian Aquapen. Are you looking for someone in particular? Who is this? Can I help you with anything? Yes, you can. Of course you can. What's your name, hot lady? You don't need my name. If you're looking for someone, just tell me who you're looking for. We're looking for Brian Aquapen. King Brian Aquapen. No, artist around here. Formerly known as BMV. He has had songs like Runaway and more songs. No, one hell of an artist. So sorry, can't help you. No, but just one question, because the topic of discussion was if you can sign Brian Aquapen to your golf course, I will sign at your golf course. If we can do what? Sign Brian Aquapen to your golf course as a member, I will join your golf course. How do you like them apples? I sign him how? As in what? Just ring him. Give him a membership? Yeah, he's a hot celebrity. Just ring him. I'm sorry, we don't give away memberships to celebrities. He shits cash. I'm sorry? Hættu bara talið. I'm sorry about this phone call, and I really hope you guys have a wonderful day. Thank you. Bye. Þetta ekki lægi með þér. Sko, við náðum ekki út á stöð. Það eina, þannig að við þurfum bara að ná á... Þetta vandamálið. Það var erfitt að ná inn út á stöðinni og ég vissi alveg að það var engin gólklúbbur í Flórida að fara að vita hverju þetta er. Ég er ekki sem vissum á gólfi, veit þið. Jú, hann ofti gólfi. Hvernig veistu það? Þetta er að Brynja Már kunni ekki gólf. Ég fylgist með Facebookir hans 3 svar á dag. Ég valdi síðan halda gólkílu. Hann er í Flórida. Þetta samt ekkert fólk bara veit ekkert hver að er. Þú ert að leika að því að hringja á stöðvar sem þið veistu þekkjan ekkert að pyrra mig. Næ, hættu þessu bulli. Þetta var Brian Aquapen hodnið í síðastu sinn. Og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjartir að sást og ég missa það má. Hér með lagið Ég er farinn og það á vel við því að ég er farinn. Klukkan er 11 mínútur í 6. Það er illa gert að taka sér 11 mínútur af hlustendum. Já. Það taka þér af hlustendum. Og hvað er stuðlagið mitt, by the way? Ég er að fara að keppa í fótboltan. Hvað er stuðlagið mitt? Hvað er stuðlagið mitt? Já, ægi, það er bara að hlaupa frá okkur. Já, ægi. Hvað? Þetta var ekki viljað. Það er bara glemt, það er búið að vera svo mikið um að vera hjá. Mjög heppin í mjög góðu andlu jafnvægi í dagöðun. Er þið mjög góðu andlu jafnvægi núna? Annars hefur gert hvað? Ég veit að ég henda ykkur í þig, þessu dósaðning, hún er farið í andlitaði sko. Já, ok, gott að setja í góðu andlu jafnvægi, það hjálpa mér. En verður, við erum frá kveðafélagarnir, náðum við gerum það, allir hendi hérna kveðju til Mattías Mána, hann er að fara með Örvar Þór Guðmundssoni, dauðanum, og keppa á Sauðárkróki. Já, ok, mínum heimabæ. Já, þínum heimabæ. Það eru margir á leiðan á Sauðárkrók núna og ég skal lofa ykkur því að þið munu eiga góða helgi fyrir norðan. En hvað verður Sauðárkrók nummer 1? Tíslegu bær og þið getið ekki haft það betra. Akkur þú ekki á þessu fótboltamóti Sauðárkrók að tala við krakkarna á gaman? Ég hef oft farið þarna og afhengt velinn, sko. Setur það í trúðsnefið og verður með eitthvað fíblæti. Það er akkurat sem ég gerir þegar ég fer að skemmta börnum. Ég setja með trúðsnefið mitt og
Mín. En það komið að lokum hjá okkur hér í FM 95 blöð. Tveir harðir kveðja þennan föstu daginn. En eitt á hreinu, Takk æðislega fyrir hlustununa Takk kærlega fyrir okkur félagana. Þetta er búið að veitla. Það búið það mikið að vera hjá okkur að við bara gleymdum stöðulæginu. Já, við gleymdum stöðulæginu. Svo heldur góður. En það sem ég vil fá í skaðabætur, þú ert að fara að play my song sem lagi á leiðinu heim. Þetta er ekki þitt lag. Og þetta er ekki dísulegi. Ok, þú reyndar samt í textan, ég við ekki það. Við heyrumst aftur á mánudaginn. Ég vona þig í góða helgi, kæru hlustundur. Egið frábæra helgi. Takk fyrir daginn. Og þetta verður heilsuhelgi á 2 hörðum. Já, það er bara, ég ætla að taka 6 æfingar helgina og borða kjúkling og vatn. Fyrir ykkur sem komist ekki á leikina eftir léttir hvíti rittarinn í Breiðholtinu. Það var tróðið í kvöld, held ég. Þá getið þið kíkt á byssusynningu á morgun. Já, 2 harðir. Já, það er bara hann. Við skulum enda þetta hér án þín. Takk fyrir daginn og takk fyrir að hlusta. Föstudagskvöld mun hljómsveitin Samaris ásamt Guðna Þór og hljómsveitinni Rock koma fram á tónleikum á Hressó í boði Líking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:30 og er frítt inn. Fylgstu með dagskránni á Hressó fésbókinni. Verslunar og þjónustuaðilar, sýnið ábyrgð og stöðvið verðhækkanir. Það gagnast okkur öllum. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Framsýn stéttarfélag. Jafnartölur, oddatölur, heilartölur, við elskum þær allar. Með tölu, leyfðu þér smá lottó. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladískó laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. Í vítaspilnikeppninni í áskorundarleik Orkunar ert í dauðafæri á að vinna þér inn 100.000 króna inneignarkort. Skráðu þið til leiks á orkan.is. Esprit, ný fataverslun fyrir bæði kynin. Esprit Smáralind. Skiptibókamarkaður Griffils í Skeifunu 11. Griffill, alltaf ódýr. FM 95 blöð á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. 957. Topp tónlistarstöðin.